75 milljarða lán í vanskilum hjá Íbúðalánasjóði og staðan hefur aldrei verið verri. Fyrirsjáanlegt að afskriftir verði miklu meiri en áður var gert ráð fyrir. Heimatilbúin vandi, segir lektor í viðskiptafræði. Áformum að sameina leik- og grunnskóla í Reykjavík eru illa ígrunduð og sett fram, segir forsvarsmaður undirskriftasöfnunar gegn hugmyndunum. Söfnuninni var hleypt af stokkunum á þaki blokkar í Breiðholti í dag. Vanskil hjá Íbúðalánasjóði hafa aldrei verið jafn mikil og nú. Útlit fyrir miklar afskriftir og þörf á enn meira fé frá ríkinu. Vilhjálmur Bjarnason segir að rekja megi vanda sjóðsins til þeirra sem stjórnuðu honum fyrir hrun. Þegar bankarnir fóru að veita húsnæðislán á lágum vöxtum í ágúst 2004 gripu margir gæsina. Þak á lánsfjárhæðir var úr sögunni og fasteignabólan óx sem aldrei fyrr. Stór hluti lánana fór í að endurfjármagna eldri lán hjá Íbúðalánasjóði og skyndilega var þar ofgnótt fjár. Sjóðurinn valdi þann kost að lána bönkunum aftur til að koma peningunum í vinnu. Þannig fór féð í mikla hringferð uppgreiðslna og endurlána milli bankana og Íbúðalánasjóðs með tilheyrandi þenslu, alls 180 milljarðar króna. Og sjóðurinn var allt í einu orðin að einhvers konar heildsölubanka. Þetta gert undir sérstökum verkefni sem kallaðar áhættustýring. En í því verkefni þá virðist mér að flest greið sem voru tekin hafi verið til svo auka áhættu sjóðsins en ekki að draga úr henni. Nú stendur Íbúðalánasjóður frammi fyrir margþættum vanda. Ríkið lagði honum nýverið til 33 milljarða í viðbótar eigið fé og jafnvel þarf að leggja honum til alltaf 30 milljarða til viðbótar. Afskriftir út árið 2013 getur svo slagað upp í 50 milljarða. Lán upp á 75 milljarða í vanskilum, annaðins hefur aldrei sést. 2/3 eru lán til einstaklinga en 1/3 eru lán til svokallaðra leigufélaga til að mynda á Egilsstöðum, Reyðarfirði og Suðurnesjum sem að stórum hluta þarf að afskrifa. En þessi vandi heimatilbúin, segir Vilhjálmur. Það eru stjórn og forstjóri og hans aðstoðarmenn sem gera þetta og það var líka svona leitað eftir, hvað ég var að segja, götum í löggjöf, hvernig var hægt að smjúga í löggjöf